Ég heiti Kristján Örn Einarsson og hjá mér Halldór Gunnarsson, Halldór í Holti. Það 10. júlí 2026, ágætis veður úti. Hvað viltu segja stöðun í dag? Svona bæði hér heima og kannski erlendis. Kristján minn, ég segi að hver dagur núna eru tímamóta ákveðin hátt. Við erum að keyra inn í sumarfrí Íslendingar og fjarlægjast þessa umræðu sem að mun bera hæst á höfuðdag í ágúst og núna erum við að horfast í augu við hvað hefur gerst í þeim málum og líka erlendis. Við erum að annars vegar að hlusta á fréttir Ríkisútvarpsins og sýnar sem segja okkur ekkert frá því sem gerist erlendis og ég hlakka til að eiga samtal næst við séra Geir sem að kafar í þessar ógnar stöðu sem þegar Trump skorar á NATO-þjóðirnar að byrja að sprengja eins og mögulega hægt þeir geta í Rússlandi á sama tíma og það bara að mínu mati mjög mikil hætta á að heimsstyrjöld sem í dag í raunverulega að hún verði með atómvopnum og þá að ég hygg næstum heimsendir því að þetta svo alvarlegt. Hvers vegna segi ég þetta? Bara núna hafa Bandaríkjamenn verið að skjóta á Íran meiri segja á fólki sem að vera að syrgja æðsta klerkinn og fjölskyldu hans í 3 daga og það svo mikil reiði í Íran sem krefst uppgjörs ekki bara við Bandaríkin, allar herstöðvar Bandaríkjana heldur líka uppgjörs með því að sprengja Ísrael í loft upp og Ísraelar munu vafalaust beita þá kjarnorkuvopnum. Ef við lítum hingað heim gagnvart þeirri stöðu að fara að kjósa vanbúinn að mestu, þá það mikill fagnaðardagur þegar já Ísland kom fram á sviðið með þessum frábæra fundi sem haldinn var og ég vona að við í frelsi og fullveldi munum birta þann fund og vera þáttakendur í honum. Áfram Ísland. Áfram Ísland. Já. Það var tróðfullt á fundinum. Haldið hann í sjálfstæðishúsinu við Austurvöll, gamla sjálfstæðis. Já, það voru allir salir fullir, en það sem mest var vert að þarna komu fram slík rök að ef það farið ofan í það, þá ætti þessi kosning að fara með miklu meiri hluta Íslendinga sem myndu segja nei. Ólafur Ragnar Grímsson fór yfir þetta að mínu mati með þeim forustu hæfileikum að ég sá fyrir mér í framtíðarsýn að það myndi verða að þegar ríkisstjórnin verður að segja af sér, þá komi Ólafur Ragnar Grímsson fram og stofni flokk sameinaðra Íslendinga bæði til hægri og vinstri og lagi til í þjóðmálunum sem verður að gera. Við höfum rætt þetta áður og ég ætla ekki að fara nákvæmlega út í það en það að fá Ólaf Ragnar Grímsson fram á sviðið með þessum hæfileikum sem hann hefur að mér finnst að við séum að bíða eftir því í dag og gleymum því ekki að færasti stjórnmálamaður Þjóðverja á sínum tíma, hann kom fram og Adenauer í forustu hlutverk yfir 86 ára gamall, 88 og skilaði sínu hlutverki frábærlega. Ég sé Ólaf Ragnar Grímsson í þeirri stöðu í dag. Já, ég sé hérna á fundinum
upphafsfundur stendur hérna á síðunni áframisland.is, upphafsfundur og það er Ólafur Ragnar Grímsson, Lára Herborg Ólafsdóttir, Björn Sóvika og Halldór Benjamin sem hafa talað. Hann stýrði fundunum Halldór Benjamin en hinn 3 voru með ræður eða framsögur. Já, þó ég hafi nefnt Ólaf Ragnars þá voru þetta frábærar framsöguræður hjá þeim báðum þó að það væri með ólíkum hætti en þessi kona sem ég þekki ekki en ég hérna hlustaði hugfangin og jafnvel ég varð ástfangin því að í þessari stöðu sem við erum í dag með allar þessar konur sem að stjórna þá hérna er ég ekki alltaf ánægður og vil þá hlaupa úr þessu með að segja hvað ég sé hryggur hvernig komið er fyrir íslensku þjóðkirkjunni. Þegar við horfumst í augu við það að kristið fólk sættir sig ekki við að það sé málaður hinsegin litir í tröppur í aðgangi að kirkju, Grafarvogskirkju og það tekur sig saman með að mála íslenska fánan yfir þetta merki hinsegin fólks. Ég er með það með hérna á skjánum. Já, ég ætlaði nú bara að segja að það komi strax lögregla og forystu fólk, hinsegin fólks sem segir að þetta sé hatursglæpur og verða rannsaka sem slíkan. Það er kristið fólk sem ofbýður að innganga í kirkju, þjóðkirkjuna, sé merkt með þessum litum hinsegin fólks. Og hvar stendur íslenska þjóðkirkjan í þeirri stöðu að vera útýst, prestum er útýst í að koma í skóla og kenna kristin fræði eða hafa bara í heimsókn í skólana og Gídeonfélagar mega ekki koma með Nýja testamentið í gjöf í skólana. Ef við stöndum frammi fyrir því að hinsegin fólk er boðið að koma í skóla og predika og tala við börn og jafnvel ung börn hvort þau þurfi ekki að rannsaka hvort þau séu hinsegin eða ekki og hvernig er haldið á þessu málum. Mér er svo þungt að bara hugsa til þess á hvaða villi götu þjóðkirkjan er. Hvenær byrjaði þetta? Og ég spyrja á því. Þú ert nú prestur og sér að Geir þegar nú verið að tala mikið saman hvenær byrjaði þetta? Má ég fara það þangað? Já, þetta byrjaði bara með þessari óhreyfingu sem að þjóðkirkjan er algjörlega háð. Hugsaðu þér það á undan núverandi biskupi sem kemur úr Grafarvogskirkju og innleiðir þessa inngöngu í kirkjuna að fólk gangi á merki hinsegin fólks. Hvenær ætti kirkjan að taka upp merki og auglýsa það sér til fjárheimilda að auglýsa merki, bjórmerki í inngöngu í kirkju eða hvað eina. Þetta er bara með ólíkindum að ein kirkja leyfi sér að vera með sérstaka auglýsingu fyrir ákveðið fólk við inngöngu í þjóðkirkju Íslands. Hvernig getur þetta heimilast? Við skulum ekki fara langt aftur þegar það kom fólk sem fór að auglýsa í strætisvögnum að Jesús væri hinsegin eða væri einhvern veginn og einhvern veginn. Á sínu tíma skrifaði ég náttúrulega hneykslunar grein þetta en fólk lætur þetta yfir sig ganga. Á hvaða stað erum við? Nú, ég tek það nú fram að þetta nú ekki undirbúið viðtal, ég er bara að spyrja það svona svolítið út í loftið, út frá því sem við erum að tala með að þú ert að tala Agnes var biskup hérna, biskupin er kosin og það eru prestar sem að kjósa biskup, eða ekki?
þá kannski breytti stefnan, eða mér finnst það þannig, ég þekki þessi mál ekki. Nei, þetta er ákveðin breyting í kirkjunni sem að ég ætla nú ekki Kristján að fara alveg ofan í með þér, því að það er ákveðið hlutfall leikmanna og klerka sem að kýs biskup og svo er kirkjan með ákveðana stjórnun kirkjuþing og svo framvegis, en að málum sé þannig komið að það sé hægt að kalla það hatursglæp, að kristið fólk tekur sig saman og málar íslenska fánan yfir merki hinsegin fólks. Það finnst mér í rauninni ekki geta flokkast undir að vera hatursglæpur, og allra síst að kirkjan taki undir að útmála það með þeim hætti. En tímamótin í dag eru, þegar ég dreg þetta saman, að við erum í þjóðfélagi sem er að búa sig undir að fara í Evrópubandalagið, og þá fer ég aftur í heimsmálin af því að nýafstaðinn NATO-fundur í Tyrklandi með Erdogan forseta Tyrklands, sem að tekur á móti Trump með þeim hætti að þeir eru eins og bestu vinir á þessari stundu, samhliða því sem Trump lætur gamminn geisa og skammast út í hluta af NATO-ríkjunum, tekur svo aðeins í hönd forsætisráðherra Íslands til þess að láta það í ljós að kannski er Ísland næsti áfangastaður Trumps til þess að nálgast yfirtöku Grænlands, með því að láta okkur Íslendinga vita að Ísland í samningi sem er undirritaður og við getum ekkert mótmælt, þá getur Trump komið með sinn her og sína aðstöðu á þess að við segjum neitt, en á sama tíma lætur Trump það bara uppi að NATO-þjóðirnar eigi að ráðast með herafla gegn Rússlandi og það verði styrkt og þeir fái vopnin og allir glaðir gagnvart því, en hvað gerist? Hvað gerist í lok fundarins? Sagði mér það. Erdogan afhendir öllum þessum forystumönnum skambissur með nafninu sínu á, og okkar forsætisráðherra tekur á móti þessari byssu sem getur ekkert farið með í flugvél heim til Íslands, og í staðin fyrir að hafna þessari gjöf, af því að við Íslendingar berum ekki skambissur, og að taka á móti skambissu frá Erdogan sem er áletruð með nafni hennar, mér finnst það hneyksli. Og svo er í fréttum sagt að byssunni var komið til Norðmanna til þess að þeir gætu nú komið byssunni til Íslands eftir diplómata leiðum. Mér finnst þetta allt á sama veg. Hvað vakti fyrir Erdogan? Er þetta eitthvað hæðni eða er þetta eitthvað tákrar? Þekkirðu það eitthvað? Hvað finnst þér? Já, það er stríð í gangi. Er hann að hvetja til... Hvað finnst þér? Hvað finnst þér? Ég átta mig ekki á þessu. Er það ekki alveg augljóst? Já, mér finnst hann vilja bara gefa í með stríðið. Hann er að gefa öllum þessum forystumönnum skambissu með eigin nafni. Já. Til þess að vera undirbúinn gagnvart því að hver einasti forystumaður þessar landa verða búast við því að fara í stríð. Svo getur líka að hugsa þetta þannig að merki byssunar nöfnunum því að þeir eru ábyrgir fyrir því sem er að gerast. Það veit ekkert hvað hann er að hugsa. Nei,
mér finnst ekki sjálfsagt að taka að forsætisráðherra Íslands að taka á móti skambissu. Þetta mjög óvenjulegt. Óvenjulegt. Það óvenjulega í þessu að við skulum ekki eiga forsætisráðherra sem hafnar móttöku þessara gjafar. En þú semst meina það er bara grafalvarlegt ástand sem uppi núna í heiminum og það sé bara jafnvel miklu alvarlega heldur við gerum okkur grein fyrir við fengið fréttir af. Já. Það verður nú gaman að þegar þú hitti Geir og þið ræðið þessi mál, þú gerum. Já, ég búin að biðja Geir að koma fljótt í viðtal og segja frá því sem að gerast þegar við heyrum ekkert það og í vestrænum fjölmiðlum. Við heyrum ekkert og þegar við fylgjumst með hvernig hér á Íslandi fjölmiðlar matreiða spurningunum hvort við eigum að segja já eða nei, þá það á svo pólitískan hátt í þágu ríkisstjórnarinnar að svona gamlir kallar eins og ég, þeir ívast á þann hátt að þeir standa upp og skrúa fyrir ríkisútvarpið eða sjónvarpið. Bara mér ofbýður að hlusta á hvernig þetta matreitt. Þess vegna var ég svo glaður þegar þessi fundur Já Ísland kom með þessum góðu ræðum. Áfram Ísland. Áfram Ísland. Þetta. Og mér fannst það vera tímamóta fundur og óska þeim allsins besta í að framfylgja því sem þeir hafa hafið göngu með. Já, það stendur hérna á heimasöðunni hjá það upphafsfundur og opnunarfundur Áfram Íslands fór fram í Sjálfstæðissalnum við Austurvöll mánudaginn 7. júlí 2026 fyrir fullu húsi. Á fundinum fluttu 3 ræðumenn erindi þar sem þeir fjölluðu ólík sjónarhorn á stöðu Íslands, fullveldi, efnahagsmál og framtíð landsins utan Evrópusambandsins. Ég veit nú að það verður einhver sem hefur nú kannski áhyggjur af því að jáin eru fleiri heldur en negin í kosningunni núna á höfudaginn 29. ágúst og menn voru svolítið skelkaðir sömu hverjir yfir en mennum líður rosalega vel með það að Ólafur Ragnar Grímsson skuli hafa komið hérna og sagt sína skoðun á þessu. Já, sérstaklega vegna þess að þegar síðasta skoðanakönnun stöðuna var birt frá Google. Frá Gallup? Nei, frá Gallup segi ég. Að þá fór maður að rýna í þær spurningar sem voru settar fram því að maður vildi ekki trúa því að staðan væri raunverulega þannig að 55% myndu segja já við spurningunni en 45 nei. Já. En byrju við þegar var rýnt í þessar spurningar sem voru settar fram jafnvel hvort viltu lægri vexti eða ekki eða varðandi það að ganga inn í Evrópubandalagið. Hvort viltu betri stöðu á þessu og hinu og ungt fólk sem tekur þátt í svona skoðanakönnur það klikkar náttúrulega maður að allir vilja lægri vexti og þá það sett inn í stöðuna í ályktun þeirra sem að leggja saman niðurstöðu þessara könnunar. Ég get ekki litið á þetta sem rétta könnun sem með svona spurningar. Þannig að ég trú ekki öðru en að svona framúrskarandi fólk sem komið til þess að berjast fyrir Ísland og íslenska fánan og íslensk frelsi og lýðræði geti fylgt því eftir að við náum vopnum okkar á ný. Það er spurningin á kjörseðlunum verður á Ísland að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Svona er spurningin sem var ákveðin á Alþingi. Á Ísland að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Þá er spurningum áframhaldið þessar nýja viðræður sem menn að vera að deinu líka. En
svo ég, Gallup-könnun, Gallup birti könnun 27. júní 2006 og hún bendi til mjög naums meirihluta fyrir því að hefja aðildarverið á ný. Niðurstöðurnar voru 52% segjast ætla að kjósa já, 48% segjast ætla að kjósa nei. Þetta svona bara jaft og það var nú gaman að vita það lítur að koma könnun út fljótlega núna, eða ekki, eftir þannig fund eða ætla mér býði með það. Jó, hvernig svona könnun byggð upp og svona könnun, hún hefur náttúrulega vægi í að móta afstöðu fólks og ég vona að fólk gerir sér grein fyrir því hvað já þýðir. Það aðlögun sem byrjar strax. Það engar undanþágur að fá, hvorki gagnvart landbúnaði eða sjávarútvegi eða öðru nema hugsanlega einhverjar tímabundnar undanþágur. Svona aðlögunartími. Það bara aðlögunartími en hins vegar þegar farnar að koma umræður það sem utanríkisráðherra hafnar að hollandski fulltrúi EB segir að það verði aldrei gefið eftir neitt varðandi sjávarútveginn. Verður nokkuð gefið eftir, það eru þarna 27 þjóðir fyrir og þær þurfa að samþykja líka. Það þurfa að samþykja og þær hafa ekki fengið neina kosti og það svo menn hafið svona verið að segja kannski meir í gríni en samt sko þú gengur í félagskap. Þú gengur ekki til mest vandalega, ég þekki það ekki, ég ekki frímúrari, þú sækir ekki í frímúrarregluna og segir bara ég ætla að kíkja í pakkan og ég með ákveðin skilir því kemur inn, annarkvæmt fer ég inn í hópin eða ekki, eða þú gengur í knattspyrnufélag og þú semur ekkert með leikregluna fyrir sjálfa þig, þú bara að líta það reglur sem eru fyrir. Ég get ekki séð annað en að þetta sé bara hlægilegt og ríkisstjórninni til skammar og hvernig utanríkisráðherra hefur komið fram og sagt til dæmis við bændafórustuna sem ætlar að halda sérstakann fund þetta mál varðandi þetta málefni að þá leyfir hún sér að koma fram og segir ég trúi því ekki að bændur hafni því að vilja ekki skoði í pakkan hvaða möguleika þeir hafi. Býtu, hvaða möguleika hafa menn í landbúnaði? Við höfum dæmið frá Finnum og Finnar fengu aðlögunartíma, þeir máttu hækka niðurgreiðslur í landbúnaði. Komu þær greiðslur frá EB? Nei, þeir máttu taka það úr eigin vasa Finnar. Og núna í stöðunni úr því ég farin aðeins að tala landbúnað, ég ætlaði ekki að hafa þennan þátt svona spjallþátt okkar svona langan sem hann að verða, Kristján. En úr því ég að tala landbúnaðarmál. Hugsaður hvað það væri stórkostlegt fyrir fjármálaráðherra sem að engist núna það að framundan eru allir samningar að tapast og allt fyrir vitleysu með haustinu jafnframt þessari kosningu. Hvers vegna í ósköpunum dettur ekki ríkisstjórnin í hug að lækka 1, 2 og 3 virðisaukaskatt á unnar landbúnaðarvörur á Íslandi? Bara helming eða fara með annarkvort í 0 eða í 5-10%. Og þar með styrkjum við landbúnaðinn í fyrsta skrefi núna gagnvart stöðunni og samningar við verkalýðsforystuna bjargast. Býtum við að lækka bensínverð og olíuverð. Þetta miðað við alla rafmagnsbílana, þá halda menn að þetta sé svo mikil gjörningur og skiptir svo miklu. Það væri miklu sterkara að lækka virðisaukaskatt á íslenska landbúnaðarframleiðslu. Ég veit að við ætlum að hafa þetta stuttan þátt en fyrst við byrjaðir aðeins ég verði að spyrja það þá. Ég hef ekkert heyrt talað það sem ég búin að heyra á sömu fólki sem ætlar að kjósa já. Mönnum bara alveg sama öll rök. Þeim bara skít sama öll rök vegna þess að þeir eru að hefna sín.
þeir eru að hefna sér á því hvernig íslenski stjórnmálumenn áratöfum aftur í tíman hafa verið til dæmis í sjávarútveginum, hvernig kvótinni komið fyrir kvótunum og hvernig eins og menn tala einhverja ríka fjölskyldur, þessum nokkra fjölskyldur sem í Ísland og svo framvegis. Fólk vil bara fá stjórnina í burtu, fólk vil bara fara út til þess að breyta þessu, fyrir utan náttúrulega vextin og þetta sem fólk að tala sem við vitum kannski þvæla, en það alveg þetta að fá íslenska stjórnmálumenn bara út, þeir ekki að valda þessu, þetta klíkusamfélag og svo framvegis. Hvað segir það? Já, ég vil nú bara enda á því að segja við þig, Kristján, að ég var að svara þessu í upphafi samtalsins. Þegar ég sagði að með því að Ólafur Ragnar Grímsson kom fram, þá hafi ég þá von og ósk og bæn að þegar við höfum fellt þessa spurningu með því að segja nei, gagnvart því að byrja aðlögunarviðræður, þá sé ekki aftur snúið fyrir Ólaf með öðrum hætti en þeim að hann komi fram og stofni stjórnmálaflokk sem nái til þeirrar fylkingar sem stendur á bakvið að mínu mati áfram Ísland sem komið fram. Það var tímamóta fundur og svona fundur hefur ekki verið haldinn á Íslandi bara held ég frá því að þegar Íslendingar voru að berjast fyrir sjálfstæði landsins, menn komu saman á Þingvöll og í Reykjavík í slíku fjölmenni að geta kallað saman fund í Reykjavík í miðjum sumartíma og miðjum önnum og það komi 3000 manns á fundin. Ég tel það slík tímamót að fólk sé að kalla eftir því að fá alvöru stjórnmálaflokk sem þori að taka ákvarðanir. Þeir stjórnmálaflokkar sem hafa verið í ríkisstjórn undanfarin ár, allt frá hruni eða fyrr, hafi ekki þorað að gera nokkurn skapaðan hlut til að taka á þeim vandamálum sem við þurfum að taka á. Hugsaðu þér hvað við erum langt á eftir Færeyingum með svo óskaplega margt. Menn segja að Færeyingar njóti svo mikils fjárstyrks frá Danmörku, það er bara ekki rétt. Færeyingar kunna stjórna sínu landi. Við ættum að eiga fólk sem tilbúið að fara að stjórna en láta ekki embættismenn eftir lögmáli Parkinsons að það bara orðið embættismannakerfi sem býr við það lögmála. Ef einhver verður ofarlega í embættiskeðjunni þá hans fyrsta verk að fá næsta mann fyrir neðan sig að búa til, gera það sem hann á að gera og svo koll af kolli. Þannig að embættismenn hjá ríkinu og til dæmis eins og hefur komið fram hjá borginni, þetta orðið slíkur fjöldi að menn hafa komist upp með að vísa alltaf á annan. Ráðherrar leita til sinna embættismanna og embættismennir til sinna starfsmanna og svo koll af kolli. Við þurfum forystumenn í ríkisstjórn sem þurfa að taka ákvörðun það hvað á að gera. Menn sem berja í borðið og segja þetta skal vera svona eins og gömlu stjórnmálamennirnir gerðu. Og ég bara með tilhlökkun að bíða eftir því hvað Hildur nýr borgarstjóri Reykjavík, hennar fyrstu viðbrögð í stjórnun borgarinnar. Það gleður mig afskaplega mikið að fylgjast með því sem gamall sjálfstæðismaður sem mann það að hafa átt forystumenn í flokknum sem gerðu þetta. Ólafur Thors, Bjarni Benediktsson, eldri, Gunnar Thoroddsen. Þetta voru menn sem maður horfði til. Nú vil ég hætta. Já, en það vantar svona fólk í dag. Já. Við höfum bara Ólafur Ragnar Grímsson, eða bara, hann náttúrulega risi
og þú varst að vísa hana áður sem að þið Geir rædduð henni í öðrum þætti, þjóðfundin 1851, nú eru 175 ár síðan sáfundu var haldinn og það verður þá vantarlega bara nýr þjóðfundur í söguma kannski. Er það ekki? Já, það væri gaman. Haldan bara í Lærðaskólanum í Reykjavík, hérna í hátíðasalunum í Menntaskóla Reykjavíkur. Já, það fólki kæmist ekki inn þangað en Nei, það komast heldur ekki allir inn á þessum tíma þá. Það voru samt einhverju 20 manna. Ef við mótum að mælum allir, var sagt þar. Já, já. Það væri svo sem óskur gaman að byrja á Austurvelli og safnast það saman svona 5.000 manns. Færa sig svo upp í Ganga síðan í átt að menntaskólanum í Reykjavík, gamla Lærðaskólanum og senda forystumenn þangað inn til þess að vera þar með ræðu sem yrði deilt út til mannfjöldar sem biðu eftir því að við værum að taka málin í okkar hendur án vífilengja. Eitt í lokin. Eitt í lokin. 29. ágúst, það verður kosið og ef að negin vinna, hvað verður þá ríkisstjórn á þínu mati? Hvað finnst þér hún eigi að gera eða hvert verður framhaldið? Býtu ríkisstjórn sem hefur haldið á málum svona og ef hún tapar með svona einhverju mun, þá getur hún ekki haldið áfram. En hvað hún gerir ef hún tapar bara með 4-5%, þá er ég vissum að ráðherrarnir allir sitja í stólunum áfram vegna sinna eigin stöðu og eins og menn geri í dag sem eru ofan á í þjóðfélagsstiganum. Þekkist það svona yfirleitt að menn segja af sér? Nei, en þeim verður bara ekki sagt lengi ef þeir tapa, bara ef þeir tapa. Og ég held að þeir segja bara já, við vildum bara hafa eitthvað svona lýðræðislega ákvörðun að leyfa ykkur að kíkja í pakkan, en ef þið viljið það ekki þá er þetta bara svona. Nei, það býður svo óskaplega erfið staða fyrir þessa ríkisstjórn að ná fjárlögum saman og þannig en þetta er náttúrulega slíkt vandamál fyrir samfylkinguna sem að kom fram með þennan forystumann sem menn trúðu á með sleggjuna og allar yfirlýsingarnar og loforðum að ætla ekki að kljúfa þjóðina í herðan niður fyrir en síðar á kjörtímabilinu og bregðast með allt. Það er ekkert sem stendur eftir í þessum forystuhæfileikum Kristrúnar að leyfa Þorgerði Katrínu að stjórna með þessum hætti eins og hún gerir, eins og hún leyfir sér að koma fram og segja við ætlum að gera þetta, við erum á góðri leið með að gera þetta og þetta. Og hvað segir stjórnarandstaðan sem fekk ekki að kíkja í það sem hún hafði gert? Hún er ekki farin að segja okkur það. Eða hvers vegna fáum við ekki að vita hvar peningarnir í loftslagsmálum hafa farið? Og hvers vegna fáum við ekki að vita hver raunverulegu útgjöld til hermála á Íslandi eru í dag? Hvers vegna er þessu öllu saman leynt eins og var tekið upp í stjórn Jóhannu á sínu tíma, þar sem að mál voru bara sett og lokuð inn í æviári manns. Á ekki eftir að gera prunnið 2008? Sannarlega. Það er í leyndum skjölum sem á ekki að opna, ég er búin að gleyma hvort það voru. Þegar allir eru dauðir? Já, allir sem að þetta brann á. Já. Er það hættu nú? Þetta er semst pólitískt sjálfsmorð í mínum mati þessara 3 flokka. Þau eru að ganga frá sjálfum sér. Já. Þetta er ekkert annað, þetta er hierarkí. Já, hierarkí. Segjum þetta gott, Halldór.